Það alltaf verið að tala að hreyfing sé svo mikilvæg, bæði fyrir eldri og ekki síst fyrir yngri þeirra. En það algengt að það séu íþróttakennarar í leikskólum? Nei, því miður, þá það bara alls ekki algengt. En auðvitað ættu þeir að vera á hverjum einasta leikskóla. Því að þar í rauninni grunnurinn að því að heilinn þroskist á eðlilegan hátt. Það sem að skipuleg hreyfing fer fram. 95% af heila barns þroskaður fyrir 5 ára aldur. Þannig að það mjög mikilvægt að það séu kennarar sem eru að í rauninni að þjálfa. En þetta prógram sem þú byggir á, þetta eitthvað alþjóðleg fyrirmynd eða þetta eitthvað sem þú bjóst til sjálf? Þetta alþjóðleg fyrirmynd. Þetta kemur frá alþjóðasamtökum Special Olympics og það eru 2 háskólar í Bandaríkjunum sem þróuðu og útbyggu þessa áætlun í Massachusetts og Boston. Þannig að það byggja fræðina, þetta heilmikil fræði í kringum þetta. Þannig að þessu prógrami ekki bara hent fram. Og eins og ég sagði áðan þá byrjað á grunni og svo byggt upp í flóknari ferni. Þannig að það mjög mikil hugsun á bak við þetta. En hvað eru margir skólar á landinu sem eru að sinna þessu sama verkefni? Sko, sem eru svona virkir skólar myndi ég segja að væru 4. En við erum endalaust að reyna að bera út boðskapinn. En það gengur frekar illa því að það vantar íþróttakennara til að taka þetta í rauninni og setja þetta inn. Og þetta ótrúlega einfalt og þægilegt prógram. Þannig að ég bara mæli með því að leikskólar ráði inn í íþróttakennara. Og þú ert búin að vera lesa yfir nemendum í íþróttafræði þannig að það hlýtur að vera ánægilegt. Já, það mjög skemmtilegt og bara ég vona svo sannarlega að þau fari eftir því sem ég að segja við þau og bara sækja starfa á leikskóla. Þannig að við verðum bara vel útbúin af íþróttakennurum leikskólanir.